Stærsti hlutafinn í Patreksfirði norski laxeldisrisinn Mowi, sem keypti nýlega rúmlega helmingshlut í fyrirtækinu. Svo vildi til að forstjóri norska móðurfélagsins Ivan Vindheim var staddur á Íslandi í síðustu viku og talaði á ráðstefnu fiskeldi. In all humility, we like to say that Mowi is one of the world's absolute leading seafood companies, if not leading, and I think we can say the numbers lend us support for saying that, as we are number one, measured by both market capitalization and sustainability. Kveikur óskaði eftir viðtali við Vindheim, einkum til að ræða hvað hefði gerst í Patreksfirði. Hann afþakkaði hvaðst ekki geta rætt atvik sem lögreglan væri að rannsaka. Kveikur ítrekkaði viðtalsbeiðnina á ráðstefnunni, en Vindheim sagði þá jafnframt að sjónarhorn umfjöllunarinnar væri þröngt og Kveikur vildi ekki fjalla jákvæða þætti laxeldis. Þegar kveikt var á myndavélinni lét hann sig hverfa. It's very important for us to get your point of view, the company's point of view. You know, this is getting awkward. Vindheim hafði þó rætt við Morgunblaðið og veitt viðtal fyrir fréttatíma RÚV þar sem hann ræddi við Pétur Magnússon fréttamann. Yeah, well, you used the word catastrophe, but there's no scientific merit behind such a description. That doesn't mean that we do not take it seriously. Do you intend to bear the cost of the retrieval of fish and the sort of environmental impact of such accidents, in this case and in the future? Well, there are several parties here, and in the end of the day, it's up to the authorities. But again, we are a responsible company. We will, of course, clean up after what we have done. Fyrirtækið hefur sagt að möguleg orsök gatana sé að fóðurdreifari í Kvínni hafi verið færður að brúnennar. 2 lóð sem héngu neðan úr dreifaranum hafi að öllum líkindum nuddast við netapokan og gert á hann göt. Búnaðurinn var á þeirri hlið kvíarinnar sem göt komu á frá 8. til 20. ágúst, sem þýðir að lóðin gætu hafa nuddast utan í Kvínna í nærri hálfan mánuð án þess að því væri gefinn gaumur.